Hey folks, velkomin í Flæðiskerinni Rökkva og Jóa á þessum miðvikudegi og með okkur í dag Elvar Logi nokkur sem að mér skilst að sé eini eða var allavega lengi eini leikarinn á Vestfjörðum. Já, og einleikja sérfræðingur og núna með Gísla á Uppsölum leiksýningu í gangi hérna í bænum. Þannig að við gripum hann meðan hann hérna á mölni smá stund. Hvað segirðu, Elvar? Já. Bara rosalega fínt, bara takk fyrir að bjóða mér og Já, velkomin í þáttinn. Takk hérlega fyrir. Er það þannig að Vestfirðingar er meiri tónlistamenn heldur en leikarar eða hvað? Já, það nú góð spurning sko. Ég nú kannski ekki alveg á því, ég held að bara sko rockararnir eru miklu duglegir að sko vera í séð og heyrt og svona, við erum voða lítið fyrir það sko. Við erum svo hóværir sko. Viljum vera að vera í fámenni og rólega heitum en ég meina svo eru líka svo Helgi Björns, hann nú frá Ísafirði, hann í báðum deildum sko. Já. Bæði rockari og leikari, svaka flottu leikari sko. Hann það. Já, hann en eini, þetta einhver slatti en hins vegar er það nú svo að ég nú svona eini atvinnuleikari sem þarna með fasta búsetu á Vestfjörðum sko. Já. Það nú málið sko. Ég las einhvern veginn að væri komin einn annar og hann væri með í öllu sem þú gerðir. Já. Hann farinn eða hann ekki með fasta? Já, hann er farinn aftur. Hann er farinn í Hafnarfjörð. Já. En meðan hann var þá leikum við okkur saman og unnum mikið saman og hann leikstýrði. Víkingur Kristjánsson heitir hann. Já, hann er ungur. Já, hann strákur tiltölulega. Já, við erum bara á svipum reiki sko. Já. Man aldrei svona aldur sko. Ég held að muni bara einhver einu ára okkur kannski eða svo. Ég er að rugla saman við annan Víking þá. Já, þetta Víkingur Kristjánsson sem hann hefur verið að leika í Vestuport sýningunum og leikur í rétti, svakalega flottur stákur sko. Já, en hann er í mínum aldrei eða yngri en ég, er það ekki? Ég held að hann sé fæddur 1972. Já. Ég er 71 sko. Já. Nú ok, já, þetta er bara til lítið, já, nú skammast ég mér bara. Já, nei, það er mjög algengt. Ég held alltaf að hann veri yngri en ég er fæddur 78. Já, ég veit ekki af hverju ég held að hann veri yngri en ég, en ég held það. Kannski af því að ég sá hann ekki, af því að flestir leikarar sem voru á sama aldru ég urðu frægir á undan honum. Já. Hann er bara svona svakar og ég ger alltaf ráð fyrir að einhver sem að verður frægur seinna en þú veist þessi sem urðu fræg sem voru með mér í mennskóla eins og Unnur Ösp og Björn Thors og Tómas Limarki, þá ger ég bara ráð fyrir hann sé yngri. Já. og þú ert náttúrulega svona gráhærið kall með skegg og hann þannig að ég bara afsaka bara ég held að það væri miklu eldur en hann. Já, blessa, ég vanur þessu sko þegar þú ætti bara að sjá pappa minn, það halda allir að ég sé pappi hans sko. Þú getur alveg leikið pappa minn. Já, en það hef ég oft lent í því og nú er ég að leika Gísla á Uppsölum og leikriti gerist ná þeim tíma þegar hann er bara að fara sem sagt loksins úr dalnum. Þá er hann 79 ára. Er hægt að leika Gísla á Uppsölum? Já, það voru nú margir sem töldu að það væri ekki sniðugt að gera það. Nú, já. Og það er nú yfirleitt sko með ef að einhver segir það við mann að þetta sé slæm hugmynd að þá maður að framkvæma hana. Sjá hvað gerist. Já. En þarna, hvernig er hægt að gera heilt leikrit mann sem að býr eiginlega bara alltaf einn og umgengst eiginlega ekkert fólk nánast? Það er rosa góð og rétt spurning. Málið er það að ári eftir að Gísli deyr, hann deyr á gamlársdag 1986, 79 ára, að þá er sem sagt nágranni hans sem kemur nú einmitt fram í þessum fræga stiklu þætti, Ólafur Gíslason. Hún var fengið það hlutverk að ganga frá hans eigum, hans Gísla. Og þegar hann kemur sem sagt og er að ganga frá þessu og sem betur fyrir var það hann frekar en einhver annar sem hefur kannski tekið allt bara á hendi eins og margir gera, en Ólafur var svona þenkjandi maður og hann var nú yrkja talsveit vísur og svona og safnari. Þannig að hann bara tekur fljótlega eftir því að það er bara á blöðum hér og þar eru ljóð, minningabrot, meira sé að skrifar hann þegar hann er búin að lesa bók og þá skrifar hann sko gagnrýni. Já, mjög harða, hann er mjög harður gagnrýnandi sko. Alveg bara tekur bækurnar í nefið ef hann ekki ánægði með þær og eftir sem hann grefur lengra þá finnur hann bara fullt af efni sem hann hefur verið að skrifa.
og safnar þessu saman í bók sem að kemur út 1987 og heitir Eintal og það okkar biblía, okkar Þrastar Leó í þessu verkefni. Já, en ef það var ekki til þá hefði þið væntanlega lítið til þess að gera. Já, þá væri það bara stiklu þátturinn í raun og veru og svo við, fyrsta Gísli birtist fyrst 1977 sem sagt í ljósvaka miðlum eða Árni Jónsson sem var þá blaðamaður á Morgunblaðinu tekur við hann viðtal sem að birtist í lesbók Morgunblaðsins 1977 ítalegt viðtal með ljósmyndum og svo 1981 þá Ómar að fara að gera þessa einstöku stiklu þætti og byrjar á því að hitta Gísla á Uppsölum. Var það fyrsti stiklu þátturinn? Já. Það allavega frægasti stiklu þátturinn, það alltaf talað Gísla á Uppsölum. Já, þetta ég náttúrulega kannski ekki dómbar, ég held sér búin að horfa svona kannski 300 sinnum á þennan þátt meðan við unnum að þessu verkefni og en fyrir mér að þá þetta það minnistaðasta íslenska sjónvarpsefni sem ég hef nokkuð tíman séð. Ég held þetta verið seint toppað. Ég á eftir að sjá hana þátt því miður. Já, en foreldrar mínir muna mjög vel eftir honum. Já, og hann aðgengilegur á YouTube. Já, allur þátturinn. Ég vissi það ekki, annars hefði ég kíkt á hann áður. Já. En þegar þú ert að leika Gísla, reynir að herma eftir honum svona nákvæmlega eins og hann var? Já, við gerum það nú og það var nú svona fyrsta sneiðin sem við fengum þegar að sérstaklega sveitungar okkar, þar sem við erum nú báðir frá Bíldudal og Gísli var þannig næsta nágrenni við okkur í Arnarfirði að þá héldu sveitungar okkar og sérstaklega þau sem voru sveitunum að þeim leist ekki á þetta því héldu að við ætlum að fara að gera grín á honum. Já, það nefnilega svolítið þunn lína þegar þú hermir eftir einhverjum hvort þú ert að gera grín á honum eða ekki. Já. Og það oft í rauninni byggt á kannski mjög svona furðulegum forsendum eins og ef að einhverjum var strítt einhvern tímann eða einhver þótti skrítinn og þú hermir vel eftir honum þá ertu kannski talin vera að gera grín á honum en ef hann var talin vera tiltölu á svona en gæslega eðlilegur að þá ertu kannski ekki að gera það. Það ekki bara byggt á svona einhvers konar sveita þorrablát hugafari? Alltaf að taka þorrablátinu þá fólk tekið fyrir sveitinni og gert grín að þeim. Jú, það náttúrulega og það hefur náttúrulega verið gert vissulega það sem að fólk lurkur á eitthvað svona og þannig að fólk var að segja bara þið ætlið að hafa svo texta með sýningunni og allt svona en við sögðum strax nei en þetta fólk var nú samt sem áður ekki hlynt þessu, þá erum maður að gera mótið í að við myndum gera þetta en það umdeilt? Mjög umdeilt og það er svona ákveðum við líka að gera þetta til að sína að við berum mjög mikla virðingu fyrir honum og þessi sem að voru á móti þessu eru bara sáttir við sýninguna því að við erum alls ekki að herma eftir honum heldur að segja sögu af manni sem að hún hefur gífulega mikið erindi finnst okkur við okkar samtíma. Já, en það held ég að þetta væri bara eitthvað svona grínsýning þar sem þau eru bara að herma eftir Gísla eða eitthvað svona að þá væri það heldur ekkit fyndið. Það væri ekkit innihald og fólk myndi ekki nenna að horfa á ykkur herma eftir honum bara eitthvað að reyna að gera það eitthvað fyndið. Nei, veist, það, og svo þar á auki þá er ég afskaplega léleg eftir herma, ég hef ekkert lagt mig eftir því ég er ekki svo Pálmi Gess sem er nú einn góður vestfirðingurinn sem er mikil eftir herma, eða Jói Kristjáns sem er mikli snillingar. Ég hef lítið verið í því en hins vegar svona finnst mér gott að fá þetta svona svolítið á heilan og svo kemur maður með svona sína svolítið útgáfu á manninum. Já, en þið væntanlega náið að einhvern veginn sína svona dýpra inn í hans persónuleika og gera hann svolítið svona meira manneskjulegan þannig að fólk skilja hann frekar heldur en að bara sína einhvern skrítin einbúa. Já, absolutt. Af því annars myndi enginn nenn að koma að mæta á þetta og ég veit að hefur verið góð mæting á þetta. Já. Þeir komið svona hugsunum hans einhvern veginn á framfæri. Já, það er svolítið hugmyndin að sína þetta líf hans og þetta er svona svolítið sorgleg sýning og frekar svona þriggja vasaklúta en alls engin farsi eða neitt svoleiðis og en það eru þarna svona þrír svona maður segja svona kannski svona stakksteinar sem að móta svolítið hans líf að það er það fyrsta að
hann þótti strax svona það alltaf svo erfitt að vera öðruvísi og hvað þá í fámenni þá ennþá erfiðara. Já. Ég mjög fegin að hafa aldrei búið út á landi. Já, sér hvernig ég er svona... Ég veit ekki hvaða viðnefni ég hefði fengið, sko. Nei, það og í sveitin og strax í æsku, þá sko talað að hann hafi, strax talað málið, hann hafi verið svona blæstur á máli og þannig að þegar hann fer í skóla, sem nú ekki yfir langan tími í sveitinni, en hann hlakkaði mikið til að fara í skóla og hafði áður en að fer þá hefur hann ekki trúað því að sé til neitt vont í lífinu, segir það meðal hann svona í sínum minningum að reynsla sína heiminum sé góð, þangað til að hann fer og hann verður fyrir mjög hastarlegu einelti í skólanum. Hann er sko, þau herma eftir honum, skilja hann ekki, uppnefna hann, það er kastað í honum snjóboltar, steinar, þetta er einelti náttúrulega alltaf ógeðslegt og hefur alltaf verið til og því miður bara, ef ég fengi að lækna eitthvað eitt þá myndi ég vilja lækna eineltismein þjóðarinnar og þetta er svona það fyrsta og þetta fer náttúrulega mjög illa í hann, ungur strákur, svo gerist það að hann verður ástfanginn eins og gerist og af stúlku sem er hann í sveitinni en það er náttúrulega bara þannig eins og við þekkjum nú kallpenningurinn að það segi ekki alltaf já heldur betur ekki það er bara svo leis og hún gerir það ekki og hann tekur í þannig bara þá er það bara þannig og þá verður hann bara einhleypur og þetta er svona númer 2 að segja, má segja svona staksteinn í hans lífi það sem er svona högtir og svo er það síðasta að það er þeir eru 4 bræðurnir og eftir sem álíður þá fara þeir að flytja að heiman og flytja inn á Bíldudal og faðir sinn missir hann ungur, hann er ekki nema 9 ára þegar hann deyr og lokum þá eru þau bara, þá er hann einn eftir með mömmu sinni en Gísli var hins vegar, hann var fróðleikshús, hann vildi læra, vildi mennta sig og hefur huga á því að fara til Reykjavíkur að læra og hann veit að því er ekki að fara á Bíldudal það er ekkert nóg, það þarf að fara söður eða bara til útlanda fyrir einhver alvöru svona framhaldsmenn og tjáir móður sinni það en þá segir hún við hann ætlar að skilja mig einn eftir og hann er náttúrulega eins og þið væntanlega allavega ég er mömmustrákur maður segir ekki nei við mömmu sína hann gerir það ekki ég held maður að segja nei við mömmu sína stundum ég get aldrei en hann sem sagt segir náttúrulega nei og bætir við að þá fer ég aldrei og hann stóð við það Já, það er svolítið eins og hann hafi ákveðið að þegar að gæfan snýrst og einn hátt og þá væri það bara þannig. Já. Og hann var náttúrulega þrjóskur. Ef hann var búin að býta eitthvað í sig, þá var því ekkert breytt. En það er þá í rauninni mjög mikið ranghugmyndum að fólk sér hann fyrir sér sem eitthvað svona afdala illa upplýstan vitleysing sem einangraðist bara af því að hann skildi ekki neitt og kunni ekki neitt. Bara svona námsfús maður og það er kannski eins og segir að hann skrifar þarna ritdóma og eitthvað svona að ég get skilið það að ef þú ert svona hálfpartinn einangraður og ert ekki mikið að hitta annað fólk þá getur það verið ágætt að tala hálfpartinn við sjálfan sig gegnum skrif tjá sig koma hugsunum sínum einhvern veginn áfram jafnvel þó sé kannski ekki annar til þess að lesa þær Já, nákvæmlega það er náttúrulega leið og hans leið og hann er að velta fyrir sér alls konar hlutum hann er svona hann er næstu bara eins og Páll Skúlason þess tíma, svona heimspekingur er að velta fyrir sér stöðu sveitarinnar, af hverju er alltaf að fækka svona í sveitinni þegar hann fætti 1907 og þá er einhver 100 manns kannski og svo seinna þá er ekki nema 3 bæir í byggð og hann er velta þessi af hverju er þetta svona jú, það er bara þannig það er ekki nóg að fara inn eitthvað þorp úr sveitinni, það þarf að fara suður hann er í þessum pælingum miðja síðustu öld sem við erum ennþá að reyna átt okkur á en voru svolítið undan sínu tíma Hvað segirðu? Þannig að hann var svolítið undan sínu tíma þrátt fyrir að liti nú ekki þannig út kannski Já, sannarlega og var bara að velta fyrir sér hlutunum hann spyr til dæmis í einni minningunni hvaða stjórnmálaflokkur það sé sem að beri ábyrgð á öllum eyðibílum á Íslandi
En systkin hans heimsóttu þau hann ekkert mikið? Já, þeir voru 4 bræðurnir. Já. Og það var nú, sko, þó að hann segi nú svona litar þetta svolítið svart og í sínum minningum af eineltinu og bræður hans hafi nú ekki verið alltaf góðu við hann, þessir eldri. Já. Að það nú oft þannig að svona eldri bræðurnir berja frá eineltið sem verður fyrir í skóla ef að þeir sjá það. Já, einhvern daginn var það nú ekki þarna og þarna náttúrulega eineltið það ekki búið að fatta það, sko. Þetta sé til, sko. En svo náttúrulega það alltaf eins og þeir vita sem eiga systkini að eftir því sem á líður eins og veist, ég á yngri, 2 yngri eina eldri systur segi og eina yngri og þessi eldri hún þoldi mikið, sko. En í dag eru við bestu vinir og heyrumst ég hringi hana 3 í viku, sko. Skilur, þannig að þetta breytir og þannig var þetta eins með Gísla eftir sem að og elsti bróðurinn, hann var honum mjög hjálplegur þegar Gísla vantaði eitthvað úr kaupstaðnum að þá fór hann í búðina og lét senda þetta til hans. Já. Þannig að það ekkit alls slæmt, sko. En hversu einangraður var hann? Maður fær alltaf tilfinningun hafi verið mjög einangraður, lítið hitt fólk. Var það svo einfalt eða? Og það hann segir frá því margt svona þegar við vorum að stúdera þetta þá margt svona maður felldi nú mjög oft tár á þessu tímabili og gerir ennþá yfir svona þessum örlögum og einhvern veginn stöðunni í hans lífi eins og hann prófaði að skrifa dagbók til dæmis sem hann gerir 1935 þá mammas enn á lífi og þau búa þarna 2 en þá hann samt orðin svona, sko hann bara að skrifa þessa dagbók, það ekki að því að sé eitthvað merkilegt að gerast, heldur bara tínaði ekki niður að draga til stafs veist, bara svona sem að bara ok, og svo les maður dagbókina og hún er mjög bitur, hann er mjög bitur út í lífið og svona sitt hlutskipti, hann er trúaður það vantar ekki, sko, en hann er bitur út í af hverju þetta hafi gerst og einn daginn segir að veist, það er sunnudagur, leiðist sunnudagar hvergi velkomin þó hann vildi eitthvað fara þetta er strax orðið svona, sko. Já, þetta er sorgleg saga, sko. Hún er mjög þetta ekki eins og maður ímyndaði sér þegar maður heyrði kannski svona eitthvað aðeins hann hefði bara verið eitthvað svona sérstakur kall sem að þoldi ekki fólk og vildi vera einn í friði alls ekki, sko. Alls ekki þannig. Nei. Og eftir að hann birtist í sjónvarpsþættinum og þá var þetta náttúrulega svolítið umferðarmiðstöð fólk kom að það gaggjert bara til að hitta hann og hann tók öllum vel og fengu allir kaffi og það kom fólk og hjálpaði hann við heiskapin já, hann var reyndar ekki hrifinn af því vegna þess að þau kláruðu þetta á okkur 2 dögum og þá hafði hann ekkert að gera akkurat þannig en var hann, með minni nefnilega hafi heyrt að hann hafi unnið svolítið frumstætt var hann ekki með svona frekar frumstætt tæki og sló með orð og ljá og eitthvað svona Jú, það var alveg svoleiðis og þetta var svona meðan að þeir voru þarna fleiri bræðurnir að þá var sko elsti bróðurinn með útihús sem var rétt við bæinn en útihúsið hans Gísla var sko eins og við sáum í þættinum og eftir að bróðurinn elsti flytur að þá hefðu nú verið kannski nærtakar, ég held að séu 10 metrar þarna yfir í húsið og rúmur kílómetri niður í útihúsin sem Gísli var með en honum dettur það ekki til hugar að nota þau, heldur nota hann bara sín útihús og þannig var það hann virðist bara vera svona maður sem ákveður svona þetta og því verður ekki breytt og eins með íbúðarhúsi hann bjó alltaf bara í sínum hluta húsin þetta var svona hann var bara hann var þrjóskur heldur betur og það er náttúrulega haft sín áhrif og það kannski hjálpa hann með heiskapin því að ef þú bara horfir á stikluþáttinn hvernig heiskapin var að draga heið heim á plasti með spotta utanum svona að gera þetta, hægt og rólega allt saman, en náði því samt alltaf alveg bara og svo hann er mikið náttúrulega náttúrubarn og hann fór ekkert, hann var alltaf sína ævi í þessum dal svo var hann líka humoristi mikið humoristi það er blóð málið, fólk veit það ekki almennt sko, til mér þegar maður spurði að því hvort það ekki haft kýr jú. Og þá sagði ég átti eina kú og dóu leiðindum alveg rétt, þetta er veist og það er náttúrulega þessi stiklu þáttur og þá kemur þetta líka fram bara hvað hann er svona einlæg góð sál humoristi og hefði orðin stórkostlegu leikari því hann er með svona svo frábæra tímasetningar
þegar hann segja hlutina svo það Ómar er hérna spurjan til dæmis hvort hann hafi aldrei farið til læknis og hann segi nei, hún ekki jú, já það kom nú reyndar læknir hérna og hann hélt nú að ég var í geggjaður svona löng bið og hann horfði svona, hann var svo saklaus og falleg augu sko, horfði svona á hann og glettni svipur og bætti svo við, þetta svona kannski 7 sekúndna þögn sko, en nú er nú sá lækni dauður veist það þetta er bara sem ég segi, þetta er svona mjög tragikómist sko en ég held að bestu sögunar hafa alltaf svona sitt af hverju einhverja svona sorg, einhverja gleði það eru sterkustu sögunar og það er líka svolítið leikhúsið en líka sko ef maður horfir bara á persóna Gísla þá virkar hann eins og sé skáldsagnapersóna það virkar bara þannig á mann sem að er bara þetta ljós lifandi og var til í raun og sennilega verður hann ennþá í minni mann eftir 1000 ár sko. Ég geti vel trúið því. Það er oft sagt að raunveruleikin sé furðulegri heldur en skáldskapur. Já, oft er það þannig, og það er oft sagt art imitates life and life imitates art, að það er oft oft er þetta nú mjög líkt listin og lífið. Það er það og það er, sumir segja sé nú tilgangur leikhússins að endurspegla lífið en setja það svona aðeins ígjaða og hafa smá í spjespegli það sé það sem við viljum sjá og svona þjappa því áhugaverðasta saman úr lífinu það er líka svolítið gaman að því sko þegar þú lífið svona frumstæðu lífi að eins og Ómar sagði sko það hefur ekkert áhrif þó að kemur kjarnorkustyrjöld í heimi það hefði ekki áhrif þig þar leiðast þú mjög verndaður á endanum hefði áhrif á þig en kannski ekki neitt mjög fljótt þú ert í rauninni hæfari til að lifa af og hins vegar þá er þetta til ákveðin að líka fyrir fólk eða sett erfileikar vegna þess að þegar Ómar bauð hann banan að borða og horfði hann að banan og spurði hvað ger ég við þetta skilur við en samt sko við Íslendingar erum nú í rauninni svolítið svona afhjálka plebbar upp á það að ég meina mamma mín mann alveg eftir þegar að komi bananar þetta er ekkit það fjärstaðukent að veit ekki hvað banani er ég mann vel eftir þegar að komi kíví mango kemur ekki til Íslands fyrir nýjar unglingur eða eitthvað svoleiðis alveg rétt, þannig að þú veist þetta er ekkert svo frumstætt hjá hann að hafa ekki vita hvað banani var nei, alls ekki sko. þetta er svolítið stutt í þetta hjá okkur sko. það er það sem er en svona innlífið þarna á Uppsölum getur lýst einhvern veginn fyrir okkur hvernig hann sá þetta það er sko hann var svolítið bitur út í sitt hlutskipti því að alla tíð vildi hann fara sjá heiminn, mennta sig en fyrst að þetta var svona þá bara beita hann í sig, þá fer hann ekki þannig að hann er mikið náttúrubarn mamma steir hérna 47 eða 8 ruglaði nú alltaf að ranna hvort árið og samt sem áður þá fór hann ekki þá var hann bara einn og svo kemur Ómar ekki til hans fyrir 1981 hann hefði þurft að nota tækifærið þarna það var ekkert sem að hélt honum þannig en hann var bara búin að býta þetta í sig hann ætlaði ekki að fara fyrst að þetta væri svona en það er eins og þú segir að hann reyndi að fá sér konu og það mistókst og þá bara var hann hættur þá fer ekkert mörgum sögum af öðrum og það er náttúrulega eins og segi þessi þáttur hans Ómars og við áttum gott samstarf við Ómar og eðlilega út af þessari sýningu og sýndum honum handritið og svo tekur hann smá þátt í sýningunni röddin hans heyrist þarna þar sem hann kemur inn í hans líf og að það er sko þegar að Ómar er nú að velta fyrir sér svona hvort hann hafi ekki verið að fara eitthvað og sagði nú, hann farið eins inn á Bíldudal til að sækja orgelið og það er nú 26 ár síðan þá kom bara svona þögn og Ómar nú hefur ekki farið síðan nei þannig að farið eitthvað annað að segja, hann farið hérna í Bakkadal það er hérna rétt hjá, þar var samkomuhús hann hefur sjálfsagt farið þar á hann segir frá því einu minningabrotinu úr eintalinu
hann hafi farið í leikhús og þarna í sveitinni, það jafnvel verið þarna í Bakkadal mjög líklega, þar var lítið félagsheimili og honum hafi ekkert bundist þannig sérstætt og hann fór ekkert aftur á leiksýningu. Hann gefst alltaf strax upp á einhverjum líkar ekki hvern fólk í leiksýningu bara, þetta ekkert þá hann bara og svo sagðist hann líka hafa farið í Krossárdal sem hinum megin við fjallið og yfir í Tálknafirði. Annað fór hann ekki sinni ævi. Stórmerkilegt. Já, þetta það í raun og veru, en samt var svona, veist, þó að hann væri svona sár og bitur, þá var hann líka ánægð með lífið og tilveruna. Og ég vil nú meina það sko að sko þegar að því ég nú hérna frá Bíldudal og hann í sveit hérna rétt hjá að ég hins vegar sá hann bara fyrst í sjónvarpinu, höfðu aldrei heyrt hann talað. Já, þú hefur aldrei hitt hann, það? Nei, ég hitt hann aldrei og ég var nú reynda bara 10 ára þegar hann birtist og þá hafði ég aldrei heyrt hann, svo sem eðlilegt, en umræðu efni í skólanum var náttúrulega þessum eftirliði vetrarins, það var þetta lurkur og allir að herma eftir honum og allt þetta. Og svo náttúrulega strax þarna árið eftir að þá fer fólk að kíkja á hann en ég nú svona nokkuð sáttur við bara að foreldrar mínu hafi ekki brunað með mér að skoða hann. Mér veist það bara, já en mér skilst að hún hafi nú ekkert líkað illa þessi gestagangur, hann tekið vel á móti fólki og ég held að hafi verið sko okkur þrestilega og þegar við vorum að vinna þessu þá erum við á því að það hafi verið ákveðin breyting við hennan þátt. Fyrir þann tíma sem hann birtist þá einangrast hann meir og meir eftir að mamma deyr, þá einangrast hann meir og það fer að verða svona eins og það þegar svoleiðis gerist og ennþá að gerast því miður að fólk einangrast, gleymist, týnist að þá bara fer ekki fara, hann hættulegur þessi, þú getur smítast á hann hann á kindabissu úr því hann býr eitt svona lengi og talar ekki neitt, þá hlýtur hann að vera klikkaður og þá skulum við ekki koma nálægt og meir og verður að svona einhverju bara, fólk sem haldi bara að sé eitthvað frík sko. En svo birtist hann á skjánum og þá sjáu hann eins og hann í raun og fólk kemur og það veit hvernig hann og tekur honum þannig. Hvernig gat hann eins og fylgst með því hvað var að gerast eins og þegar hann veltir fyrir sér það eru svona marga eyðibíli og fólk sé yfirgefa landsbyggðina? Hann var ekki með sjónvarp eða það Nei, hann var ekki með, hann fekk sko dagblöð en það stoppaði eitthvað 1950 þá var hann og útvarp átt hann og svo bara þegar batteríum voru búin þá var bara á ekkert að skipta það þetta var en hann fylgist með og svo náttúrulega eru nágrannar hans þarna, Ólafur Hannibalsson og Hannibal og Ólafur Gíslason þeir fylgjast með honum, hann tala við þá og hittir þá þannig að hann ekkert alveg Nei, og þeir heldu góðu sambandi við hann og voru mjög góðu við hann og þannig að en hann hefur verið svona, veist, það náttúrulega með hann vildi læra og vildi mennta sig, hann hefur verið fróðleiksfús og las mikið og segir frá því að svona á veturna þá hafa nú afskaplega lítið að gera því hann hefur ekkert ljós, hann var með einn olíulampa eins og við sáum þegar Ómar kom til hans á jóladag, þá situr hann við hennan eina olíulampa og svona bara rosalett horfa á það sko og en svo aftur þegar hann hafði ljós að þá bæði lasan og svo prjónaðan líka Hann var kláð prjónamaður Já og svo spilaði hann orgel sjálflærður Já Þannig að hann var mikill bara hugsuður má segja Já og hann átti gítar líka sem kemur nú ekki fram í Stikluþættinum en hann átti gítar og spilaði á hann og lærði hjá einhverjum sem var hann í Selárdal sem að kunni á orgel og fór til hans og lærði þar svona fyrstu nóturnar og svo bara hélt hann áfram og stúderaði þetta sjálfur og við sáum og við notum í sýningunni að þá notum við orgelspil Gísla úr þættinum Magnað Elva Logi
við ætlum að fara í auglýsingar, svo ætlum við að koma hérna til smá stund. Jóhann Kristjánsson og Rökkvi Vinsteinsson, þið hlust á Flæðiskerið hér á Útvarpi Sögu og við ætlum að heyra eitt lag eftir Vesturþing og sennilega textin nú eftir bróður hans, Vesturþingsins, en það lagi Gísli eftir Rúnar Þór. Það lagi Gísli með Rúnar Þór, þetta lag fjallar Gísla á Uppsölur sem við vorum að spjalla hér áðan og aðeins að fræða hlustendur nánar svona kannski hvernig hann hugsaði, því að það kannski kom ekki fram í þáttunum Stiklum á sínum tíma, en Elvar Logi, hann gestur okkar hér í dag. Elvar Logi Hannesson, leikari og sveitamaður, hann kynntir þessi sveitamaður hérna á þannig, það ágætt hjá hann. Og það kannski nauðsynlegt að vera sveitamaður til þess að geta tekist á svona hlutverk, en hvernig byrjaði nú ferillinn þinn? Já, ég held að þetta hafi verið svona mikil eldskýrn að þá, sko, hvenær svona leikhúsið tók mig og ég hef ekki losnað við það síðan. Þá var ég 6 ára og var að leika, sko, svona Grýlubarn sem nú eiginlega bara, eins og allir sjá. Og svo sem hann lék Grýlu, hann einn af þeim svona sem mitt átrúnaða góð í leikhúsinu og heitir Örn Gíslason og áhuga leikari á Bíldudal og hann kendi mér þetta allt saman og pabbi og fleiri og hann lifði svona inn í hlutverki, var með stóran pott og skóf svona með einhverju sleif nema þessi pottur, hann náði hann skömmu áður úr leikmunageymslunni sem í kjallaranum í félagsheimilinu á Bíldudal og það var einhver akkoti í þessu, sko, einhver svona mold og dótteri og ég sé það bara þegar hann réttir þetta að mér, það eitthvað þarna, það mold og eitthvað dótt og hann bara opnaði munnin og ég náttúrulega gerði það og rendi þessu niður, sko. Þannig það var góð eldskírnin í leikhúsið, sko, eftir það og nú fátt kom mann óvart þó þetta sé rosalegu bransi að velja sér að vinna í, sko. Já. En mér finnst það svolítið merkilegt að þú hefur verið í rauninni svona nokkurn veginn einn og með einleiki á Vestfjörðum lengi og þó að þú sért náttúrulega alls ekkert félagslega einangur þannig séð, þá þetta kannski minnir þetta svolítið á Gísla, þú ert svolítið svona einn að ætli það ekki, og allan þungan. Já, þetta var náttúrulega svona brekka og endalaus brekka en þá þessi bransi og ég byrjaði náttúrulega að reyna að komast inn í skólan hérna heima. Já. Ég komst nú ekki alla leið og þá ætlaði ég nú að hætta þessu og bara aldrei að leika og farið svona fílu eins og menn gera oft. Það stoppaði, var nú ekki lengi, sko, hálfa mánuð eitthvað. Samkeppni líka gríðaleg inn í eins og leiklistaskólan, sko. Og ég sé það núna bara einhverju sem ég hugsaði bara þessi verður stjarna og svo bara komst manneskjan ekki einu sinni inn. Nei. Og maður hugsa bara vá. Þannig að það nú þetta rosalega, sko, ég fór þarna strax þegar ég hafði bara aldur til 18 ára eða eitthvað sem ég þakka nú kannski fyrir að maður hafi ekki komist inn, maður átti ekki erindi kannski alveg svo ungur, sko. Þannig ég beið í nokkur ár og fór síðan út til Kaupmannahafnar í skóla þar, leiklistanám þar sem heiti The Comedy School 1995 og kem hérna heim síðan og þá náttúrulega hélt ég nú bara þá var nú Stefán Baldursson þjóðleikhússtjóri og ég beið nú bara eftir að hann myndi hringi í mig hann hringdi aldrei, sko. Gamaldags hugmyndir hvernig heimurinn virkar. Já, settist bara og þannig að það vissi enginn hver ég var þegar ég kom heim. Þetta vandamál náttúrulega fyrir eins og þau þekkja svona kollegarnir sem hafa lært erlendis að það þegar maður kemur heim að þá ennþá bara enginn, sko, og það veit enginn og veit enginn eitt þig. Það meiri möguleiki náttúrulega að fylgjast með leikurunum hér heima sem mennta sér hér. Þannig að en ég hef nú hins vegar verið heppinn, sko, ég hef alltaf fengið eitthvað að gera, sko. Og fer fljótlega fyrir að vinna í möguleikhúsinu sem var þá nýra á Hlemmi með leikhús og fekk þar vinnu og svo fór ég mun upp í sjónvarpi, var með barnatíma þar í eitthvað 1 ár og fer síðan fljótlega leikstýr út á landi og var hérna í 3 ár, sko, í Reykjavík. En það bara svo mikið sveitamæður í mér, ég bara toll ekkert hérna, sko, þetta einhvern veginn, ég veit ekki hvað það við Reykjavíkinu, það eitthvað sem þannig að ég bara varð að fara og fór ákvað í staðin fyrir að fara heim á Bíldudal fór ég á Ísafjörð og var þar í 16 ár og svo var ég núna að flytja yfir í, sko, Dýrafjörð
núna í haust og hérna þar bara svona í fámenninu ég man bara eftir hérna Núrena Ölluvatn til Dýrafjarðar já Gíslasögur ég er einmitt þar sko í Haukadal þar sem að Gísli Súrsson tók land. Já, þú leggst náttúrulega Gísla Súrsson lengi í einleik. Jú, það var einmitt, það svona gíslataka hjá manni, það er eitthvað svo leysi og svo sýning hefur nú heldur betur, ég losna nú ekkert við hana en fyrst það bara gaman, þetta er svona mín, má segja, mjólkur kýr, þetta er svo sem hefur svona skaffa manni laun síðan 2005. Og síni þessa sýningu svona reglulega, búin að sína hann eitthvað 400 sinnum og bæði íslensku og ensku og farið með hann út allan heim Ég ætti kannski að reyna að sjá hana af því mér finnst alltaf Arnar Jónsson vera Gísli Súrsson. Já, einmitt. Ég hef fengið að taka mynd af mér með Arnar Jónsson eins og svona lítill krakki í sælgætsbúð svona, heyrðu, má ég taka mynd af því að þegar ég var lítill þá varst þú svona aksjónbíómynda hetja, skilur og já, þú veist svona fannst þess að fáiði sko en svona, já, fannst það pínu fyndi líka en fekk að taka mynd af mér með Arnar Jónssoni. Já, það er náttúrulega toppar hann engin og hann er náttúrulega einn af okkar frábærustu leikurum og hérna en það var sama með þetta, með þennan Gísla og þennan á Uppsölum að það, fólki leist ekkit á þetta, við ætlum að gera þetta, sérstaklega ekki þegar heyrði að þetta væri einleikur, það var ekki hægt það var hrúa persónum og það var ekki hægt að gera þetta. Menna Gísla og Uppsölum svolítið einleikur í eðli sínu. Já, en þá bara meiri bensín fyrir mann að sanna að þetta væri góð hugmynd og hún var það sannarlega og ég var alveg til að leika þennan Gísla líka í eitthvað svona 10 ári og nóg inni í það ungur en þá sko. Já, ef að útlæðinir er endurgerð þá náttúrulega hlýtur þú að fá hlutverkið. Já, þetta sé ekki orðin á gamall í það sko. Ég held það Gísli var ekkert svo gamall sko. Nei, mér finnst þú alltaf góðlegur til að vera Gísli. Já, þú virkar svo góðlegur eitthvað. Mér finnst Gísli að vera svona grimm og Arnar Jónsson er náttúrulega, hann er með svolítið svona grimma rödd þegar hann talar svona hérna lótt ekki nokkur mann heyra glamrið í tönnum á þér. Já, það gæti verið að maður myndi fyrir ég gæti kannski verið bara fíblið. Það er náttúrulega lítið vitað að Karl Ágúst Úlfsson lék Ingjaldssvífli, stórleikari sem lék Ingjaldssvífli. Alveg, rétt. Og átti stórleik sem Ingjaldssvífli og svo náttúrulega leikur Arnar Jónsson líka sig að leika, Gísla að leika Ingjaldssvífli. Já. Ég veit ekki hvor átti meiri leik. Þessi mynd eldist mjög vel, sko. Mjög vel. Það er nefnilega málið að margar svona íslenskar myndir þær eldast alveg hræðilega. Ég veit nú ekki hvort get sagt með fullri virðingu fyrir öllum leikurum af því að þetta er mun móðgáð svolítið en íslenski leikarar í Kanada þeir leika í bíómyndum voru svo miklu leikhúsleikarar og bara íslendingar kunnu kannski ekki kvikmynd að gera alltaf vel þannig að þetta var oft svona eins og það veri hérna er sena í leikhúsinu eitthvað, Þrándur, gríp ég þig hér í rúminu með konunni minni hverju á þetta, þú veist það er eins og bara þetta er ekki leikhús, ekki æpa myndavélinn heyrir í þér Nákvæmlega, þetta er alveg rétt hjá þér sko þetta er hérna og það er líka svo mikill munur á leikhúsun og bíómyndunum sko, ég nú aðeins fengi að pröfa það og það er ógeðslega erfitt sko að leika í bíó sko, rosalega erfitt fyrst mér. Ég hugsa að allir hugsi að það sé auðveldara þú getur tekið aftur í leikhús getur það ekki en þá þýðir líka bara kröfunar eru bara óendanlega háar. Já, þetta er ógeðslega erfitt sko hérna. En gaman þegar að vel gengur. En myndi það ekki vera alveg jafn erfitt að fara úr kvikmyndaleik í leikhús? Jú, það er ábygglega það ég er nú aðalega verið í því þá er það ábygglega svona þá er mér þarf maður að tramma sér svo mikið niður eins og varst að segja sko maður sé ekki svona eins og maður veist það sem að stundu þarf maður að leika kannski fyrir risastórt félagsheimili eða íþróttahús og þá þarftu virkilega að setja sko orku í röddina en þarna getur þú bara að tala bara svona dempa bara eins og hérna í útvarpinu en þetta er rosalega en ég dáist að öllum þessum flottu bíóleikurum sem við eigum sko það er komin meiri svona hefð fyrir þessu og Íslendingar eru farnir að kunna þetta þeir eru farnir að kunna að gera í rauninni svona dramatík án þess að fólk fá kjánarhótt alveg bara hellinga eins og Þrösturlega og til dæmis mikill bíóleikari sko það nátti mjög góðan leik til að sé hérna Kaldri slóð draugamynd akkurat spennumynd og draugamynd spennumynd, sérstök mynd en hérna þetta er svolítið náttúrulega breyting að þú kemur svona eins og við vorum
mörg listamenn þegar vorum að byrja, maður heldur einhvern veginn að allir komi bara og veiti sér athygli og þú veist, bjóði þér eitthvað og svo náttúrulega gerir maður sér grein fyrir því að það bara ekki alveg svo einfalt. Nei. En þú náttúrulega ferð úr því að vera mjög ungur og með svona væntingar og í það að fara á Vestfirði það sem eiginlega varla neitt í gangi og þú þarft að virkilega gera allt sjálfur. Það hlýtur að vera svolítið svona, hvað maður segja, brött svona lærdómskurva. Já, algjörlega sko. Og svona út í að þegar ég var komin þegar ég var komin tilbaka, ég var allan hugað með það, ég er ekkert að fara að hætta að leika, ég ætla að vera í því áfram. Já. En ég áttaði mig hins vegar ekkert á þessari stöðu að það væri engin annar leikari sko, sem væri þarna atvinnu búsettur sko. Nei. Þannig að ég er bara ekki gáfaður en þetta sko. En hvernig gekk þetta svona sérstaklega í byrjun? Þetta hlýtur að hafa verið ennþá meiri eldskírn heldur en að borða mikluð moldina þarna. Já, þetta var það náttúrulega og veist, og það var náttúrulega, má ég segja svona formið það valið mig frekar en öfugt. Það var ekkert annað í boði, veist, það var náttúrulega mjög erfitt að fara inn á þessa viðkvæmu styrkja umræðu það er alltaf tengt listinni að það er mjög erfitt að fá styrki í svona og hvað þá ef að maður hefði þurft að flytja heilan leikflokk vestur og halda þeim uppi og veist þannig að það var eiginlega ekkert annað að gera en að setja bara upp einn leik og þá að flytja inn leikstjóra og annað fólk svona sem starfar á baku tjöldin auðveldara heldur en að flytja nokkra leikara inn. Já. Þannig var það og við vorum nú reyndar heppin að við fengum fljótlega styrk sko, nú segi ég alltaf ég tala alltaf þannig sko, að það er sem ég og kona mín, hún er náttúrulega svo sem að stjórnar þessu öllu og ég bara vinn hjá henni sko. Einhver verður að hafa vitur. Já, þetta er bara þannig sko og hún kann þetta og hún er leikustjórinn og að við fengum sko styrk 2002 til að setja upp svona svolítið stóra einleikssýningu sem að fjallaði um Mætan Vestfirðing sem að hét Muggur eða Guðmundur Thorsteinsson var myndlistarmaður og gerum þessa sýningu og sýndum hana og síðan boðið að sýna hana í Borgarleikhúsinu sem var svona mjög skemmtilegt og síðan hefur maður aðalega verið í þessum einleikjum sko. En þetta hefur einhvern veginn á undraverðan hátt gengið upp hjá þér? Já, þetta er, ég sé ekki bara eins og áðurnöndu Gísli, ég er svona skotið þrjóskur. Já. ég neita bara að gefast upp en sko, og svo á ég náttúrulega góða konu. Já, en þetta er einhvern það erfiðasta verkefni sem ég geti hugsað mér að ætla að koma leikhúsi af gang á Vestfjörðum, það sem er ekkit svo fjölmennt og stundum ófært á milli staða og ég veit ekki hvað. Þetta er eiginlega bara vonlaust dæmi sko. Og eiga konu sem getur samfært að þú sett ekki fáviti að ætla að gera þetta og láta það allt ganga sko. Ég finnst það eiginlega bara að og þú ert núna náttúrulega með einleikjahátíðina Aktalón alltaf okkur Já, svo gerist það fólk, veist, það er einhvern veginn bara hlutirnir taka völdin og maður reynir að elta skottið á sjálfum sér og kettinum og það gerist þarna sem þetta eftir að maður búin að setja upp einhverja 3-4 einleiki að þá og ég fikk alltaf þessa spurningu þegar maður sagði einleikur og hvað er einleikur? Fólk vissi hvað það var og fannst það svona, þar á ekki ekkert merkilegt, bara einn leikar þetta lítur að vera eitthvað típ og ekkert varið í þetta og svona þannig að þá ákvað ég að halda bara svona hátíð sem maður myndi vera svona svar við þessu hvað er einleikur til að sýna hvað formið er, hvað það er. Einleikur er gífurlega fjölbreytt form, það er ekki bara einn maður að tala, það getur verið gjörningur, það getur verið uppistand, það getur verið bara svona lengi sem er einn listamaður, danssýning, dansverk, allt er þetta það sem er bara einn listamaður og þetta er náttúrulega eins og einn góðu vinnu minn sem hefur nú aðeins fengist við einleikin, Eggert Kåper, hann sagði svo skemmtilega þegar einhver spurði hann hvernig þetta væri að gera einleik hann sagði þetta væri svona svipa og bara kasta manni fyrir björg sko. Þetta er alveg þannig sko. Já. En er þetta skemmtilegasta formið sem að maður fæst þessi leikari? Já, þegar það virkar. Já, það virkar ekki til öllu með það? Nei, og það er ég hef nú sett upp eitthvað slatta við erum búin að setja upp held í 40 verk síðan 97 og þú finnur það strax ef þetta virkar ekki. Þannig að þú hefur bara hætt með svona fljótt? Já, það bara er oft sjálf hætt
og það er bara þannig í einleiknum þá getur ekki falið neitt og það er svo þunn lína annarkvort virkar þetta ekki, það er svona allt í lagi, þetta er annarkvort bara gott eða þetta heldur eða þá bara að þetta er ömurlegt. Er það ekki svolítið svekkjandi að vera búin að æfa þetta óbáslega mikið og leggja mikla vinnu í þetta og svo bara virkar það ekki? Jú, þá er gott að hafa ykkur mjólkukú. En það er gott að sum okkar eru ekki eins og Gísli að gefast bara upp þegar að, þú veist, fyrsta konan vill ekki og svona að vera svolítið til í að gangi gegnum niðurlægingu, eld og brennistein svona næstlægi til þess að fá á endanum eitthvað betra. Já, það er það og í þessum bransa sérstaklega og veist, en það segir náttúrulega að ég hafði frábæran skólastjóra í leiklistarskólanum sem var óbáslega hreinskilinn og stundu þegar maður var að kvarta að þá sagði hann alltaf að sagðingin að þetta er auðvelt. Og það hefur svona verið mitt motto svona alveg bara frá því ég útskrifaðist að þegar á móti blæs sem að gerist mjög oft í leikhúsinu eða listunum bara yfirleitt að þá bara segja þetta á sjálf að sagðingin að þetta er létt bara fáum okkur eitt bjór og tökum á þessu morgun. Kannski flest það sem er einhvers virði í lífinu kemur af því að þú þurftir að þjást. Já, svo er það líka. Það byggir karakter að vera fyrir erfileikum og það byggir innsýn og skilning á öðrum og það er ekkert gaman ef allt er bara gengur vel og það er ekkert var í það. Nei, ég meina ef þú gerir leikritum ævi manns þar sem allt gekk vel þá er það kannski erfitt að gera það mjög áhugavert. Já, nákvæmlega lífið er ekki þannig. Nei. En þetta svona kennir manni það kannski að bæra það sem að maður er bara það gerist náttúrulega með aldrinum að vera svona meir og leiði ég varð afi 4 ár síðan, bráðum 5 að það breytti manni ennþá meira og þá maður eiginlega bara svona þakkláttur fyrir hverja stund sem maður er hérna Já, frekar en að vera Myndirðu segja að sýningar sem ekki í Gísla myndi kannski kenna fólki að meta betur það sem það hefur? Já, ég held það Ég held það og svona sem segja hún að við byrjum nú fljótlega á því að vera með svona umræður eftir sýninguna að því að hún snertir svolítið við manni og maður finnur það yfirleitt lekur alveg mörinn af manni þegar maður er að leika en ekki í þessu en sálin er hins vegar ég er alveg búin á sálinni þegar ég er búin að sýna hana þá er ég bara uppgefin Skiljanlega ekki, maður svitnar ekki þannig maður svitnar á sálinni og þessna höfum við svona eftir sýningar þá hefur boðið fólki að spjalla og það er rosalega svona þakklátt bara tramma okkur niður og stundum finnst mér að það er eiginlega í þessari sýningu er ekkert nöðsynlegt að klappa þegar þetta er búið Nei, það á oft ekki við Nei, ég er ekkert mókaður ef að fólk klappar en mér, það þarf ekkert að gera Það er kannski svo margir uppnum við vasaklútin að þeir bara get ekki klappað Nei, ég mitt Þetta er svolítið, og svo er maður einhvern veginn bara þegar maður fer nýr á eitthvað svona þegar maður út í að við tökum rosalega áhættu í þeirri sýningu við erum langar þagnir mjög langar sem ekkert er sagt og nánast ekkert gert og það er rosalega þrúandi Já, mikilvægt í leikhúsinu að það geti verið þögn það þarf ekki alltaf að vera þetta Já, ef þú getur náð að hafa þögn þá þýðir það að áhörundunir eru á þínu valdi Já, það er svona við ákveðum að tefla á alveg bara eins blind og við rosalega gætum og við vissum að þetta getur orðið algjört fíaskó og vorum bara tilbúin að taka við þá verður þetta bara gott partí en sem betur verið var það ekki þannig Já, það er mjög ánægilegt að heyra Já Elvar Logi Hannesson, við ætlum að þakka þér kærlega fyrir komin hér í dag Já, tíminn flýgur Hvetjum allir til að kíkja á Gísla á Uppsölum Já, endilega Kíkja á Gísla og kynnið ykkur persónuna þetta er afskaplega áhugaverð persóna og svona í leiðinni kíkið heim til og kíkið í skápur og gáðu finni stiklu þáttinn hann er örugglega hann einhvers staðar en við erum enda þetta á lag með Bíldælingi honum Ingimar Oddssyni og lagið Time verið sæl